Þann 1. janúar árið 2023 tóku í gildi ný lög í úrgangsmálum. Þessi lög hafa verið kölluð hringrásarlögin. Lagabreytingarnar eru mikilvægt skref í átt að hringrásarhagkerfi þar sem markmiðið er að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda frá meðhöndlun úrgangs, stuðla að sjálfbærri auðlindanýtingu með aukinni endurvinnslu og annarri endurnýtingu úrgangs og draga úr urðun. Heimili og fyrirtæki þurfa nú að flokka að lágmarki í 7 flokka. Pappír, plast, matarleifar, blandaðan úrgang, gler, málm og textíl. Af hverju er mikilvægt að flokka og endurvinna? Þegar auðlindir eins og málmar, olía, matvæli eða annað er af skornum skammti í heiminum, er ekki vænlegt að sóa þessum auðlindum með því að grafa þau í jörðu. Besti kosturinn er að koma þeim aftur út í hringrásarhagkerfið. Sem dæmi þá er það vitað að pappakassi getur orðið 7 sinnum aftur að pappakassa ef við skilum honum í rétta flokkun. Á meðan þarf ekki að fella ný tré til að framleiða pappa. Nauðsynlegt er að draga úr úrgangi og þar með neikvæðum áhrifum hans með því að nýta hluti vel og forðast einnota hluti. Það er hlutverk okkar að hráefnið sem á uppruna sinn á jörðinni verði nýtt til hins ítrasta, í stað þess að ganga sífellt meira á jörðina með því að sækja ný hráefni. Gaman er að segja frá því að árið 2024 er gert ráð fyrir að Gaia, sem er gas- og jarðgerðarstöð Sorpu, taki á móti 24.000 tonnum af matarleifum, sem kemur í veg fyrir losun á 20.000 tonnum af koltvísýringsígildi. Það jafngildi því að taka 10.000 fólksbíla sem ganga fyrir jarðefnaeldsneyti af götunum. Þessi mynd gefur smá innsýn í hvað verður úrganginn. Það skal þó tekið fram að þetta á við meðhöndlun úrgangs hjá Terra. Önnur fyrirtæki sem sinna umhverfismálum gætu verið með aðra birgja sem taka við þeim úrgangi sem sendur úr landi. Terra leitast ávallt eftir því að koma í veg fyrir að auðlindir verði að úrgangi og finna bestu leiðina til að koma efnum í rétt ferli þar sem þau eru endurnotuð, endurunnin eða endurnýtt. Í takt við hringrásarlögin vinnur Terra að því að lágmarka úrgang sem fer í urðun. Á vef terra.is má sjá með hvaða hætti úrgangsefni flæða í gegnum ferla Terra og hvað verður þau. Úrgangsþríhyrningurinn er ein leið til að sýna ákveðna forgangsröðun þegar kemur að meðhöndlun úrgangs með tilliti til umhverfisáhrifa. Úrgangsforvarnir þýða í einföldu máli að við leitumst við að sleppa því að skapa úrgang. Hér er til dæmis átt við að framleiðendur hanni vörur eða efni sem endast lengur og séu viðgerðar hæfar. Hér er líka átt við að draga úr innkaupum, draga úr notkun einnota vara og að þjónusta eins og leigur á hlutum komi í stað eignarhalds. Endurnot er þegar við hreinsum eða gerum við þannig að nota megi vöruna aftur sem annars hefði orðið að úrgangi. Sem dæmi eru þetta viðgerðir á notuðum húsbúnaði fyrir endursölu, eins og til dæmis þegar við kaupum vöru á skiptimarkaði á netinu eða í góða hirðinum, eða þegar glerflöskur eru hreinsaðar og notaðar aftur. Hér haldast hlutir í hringrásinni og þjóna áfram þeim tilgangi sem þeim var í upphafi ætlað. Endurvinnsla er þegar hlutur er þess eðlis að ekki er hægt eða ekki ákjósanlegt að nota hann áfram í þeim tilgangi sem hann var framleiddur til. Þá er stundum hægt að endurvinna hann svo efnið nýtist í annars konar vöru. Áldósir undan drykkjum eru gott dæmi þetta. Áldós sem er komið í endurvinnslu er brædd og álið úr henni notað aftur í einhverja aðra álvöru. Kannski í nýja áldós, bílhurð eða annað slíkt. Endurvinnsla er líka þegar notað plast er hreinsað, kurlað og eða brætt í nýjar plastvörur. Notaður pappír sem verður að pappírsmassa til að verða að nýjum pappír. Endurnýting á sér stað þegar ekki er hægt eða ekki er ákjósanlegt að endurnota eða endurvinna hlut. Endurnýting skiptist í raun í tvennt. Það er í orku endurnýtingu og í landfyllingu.
Gott dæmi orkunýtingu þegar blandað sorp, til dæmis bleia eða ryksugupoki, fer í brennslu til að framleiða orku. Dæmi fyllingu þegar úrgangur sem ekki spilliefni notaður til endurheimtar á graftarsvæðum eða við landmótun. Förgun sú leið sem farin þegar engin annar farvegur til fyrir úrganginn, engin leið til að breyta honum í verðmæti. Dæmi þetta urðun. Þetta sísti kosturinn og á sem allra minnst að fara þessa leið. Samkvæmt nýju hringrásalögunum sveitarfélögum skylt að útvega öllum heimilum ílát fyrir 4 flokka úrgangs: plast, blandaðan úrgang, matarleifar og pappír. Það sem ekki fellur undir þá 4 flokka sem sóttir við húsveggi hægt að skila í grendargáma annars vegar, textíl, málm, gler og skilagjaldsumbúðir eða endurvinnslustöðvar hins vegar, önnur endurvinnanleg efni. Fyrirtæki flokka í samræmi við sína starfsemi en ber þó að flokka að lágmarki í fyrrgreinda 7 flokka. Matarleifar auðlind. Dæmi matarleifar eldaðir kjöt- og fiskafgangar, ávextir, grænmeti, egg, eggjaskurn, tepokar, þó ekki úr plasti, kaffikorgur, tannstönglar úr tré, öll smærri bein, svo sem fisk- og kjötbein, eldhúspappír og afskorin blóm. Matarleifar notaðar í jarðgerð og metanframleiðslu og því nauðsynlegt að nota sérstaka niðurbrjótanlega poka. Á Norðurlandi notaðir pokar úr sterkju en á Suðurlandi og Suðvesturhorninu á að nota umhverfisvæna bréfpoka sem alveg niðurbrjótanlegir. Það á bæði við heimili og fyrirtæki. Á höfuðborgarsvæðinu framleitt metangas og molta í gas- og jarðgerðarstöð Sorpu sem nefnist Gaia. Gaia virkar ekki nema við flokkum matarleifarnar okkar vel og rétt. Undir pappír flokkast dagblöð, umslög, gluggaumslög, skrifstofupappír og bæklingar. Pappírinn skal vera laus við stærri aðskotarhluti þó litlir hlutir eins og hefti megi vera á blöðunum. Ef bækur heilar þá ætti fyrsti valkosturinn alltaf að vera að koma þeim á netjamarkað. Ef kjölurinn límdur saman má bókin fara í pappírstunnu. Innbundnar bækur mega fara í blandaðan úrgang. Til að fernur nýtist sem best sem endurvinnsluefni nauðsynlegt að hafa í huga að þær mega ekki vera með matarleifum í og því þarf alltaf að skola þær. Dæmi bylgjupappa millispjöld af vörubrettum, pizza og pappakassar. Það sama á við bylgjupappan og fernurnar að til þess að það nýtist sem best sem endurvinnsluefni mikilvægt að fjarlægja allar matarleifar og aðskotarhluti frá bylgjupappanum, en límbönd og hefti mega fara með. Pappír og pappi á að fara laus í tunnur en ekki í plastpoka. Terra efnaeyðing býður upp á sérhæfða, ábyrga og umhverfisvæna þjónustu við eyðingu á trúnaðarupplýsingum. Trúnaðarskjöl þá tætt og pappírsrifurnar sendar í endurvinnslu. Dæmi plastúrgang plastpokar, plastbrúsar, plastdósir, plastumbúðir, plastbakkar, plastflöskur og minni fruðplastumbúðir. Til að plast nýtist sem best sem endurvinnsluefni mikilvægt að skola allar matarleifar af plastumbúðum. Plastfilmum skal safnað í sérstaka tróðslupoka sem gott að geyma á grind. Athugið að aðgreina þarf plastfilmuna eftir lit. Glærar plastfilmur fara í einn poka og litaðar í annan. Dæmi málmúrgang umbúðir gerðar úr málmum, spritkertabikarar, málmlok af krukkum og smærri hlutir úr málmi. Þar sem mikið fellur til af stærri málmi þarf að flokka það sérstaklega í þar til gerð ílát. Í glerflokkinn fara glerílát, lituð og glær. Mikilvægt að fjarlægja aðskotarhluti, til dæmis lok sem úr öðru efni en gleri. Postulín og rúðugler mega fara í þennan flokk. Dæmi textílúrgang fatnaður, lín, lök, dúkar, tuskur, sloppar og handklæði. Mikilvægt að textíl sem olíublautur eða efnamengaður sé flokkaður með spilliefnum.
Sá úrgangur sem ekki hægt að flokka fer í blandaðan úrgang. Dæmi blandaðan úrgang eru pappírshandþurrkur af salernum, einnota hanskar, pappírsþurrkur, óhreinar umbúðir sem ekki hægt að hreinsa, samsettar umbúðir sem ekki hægt að aðskilja, hrá matvæli eins og kjöt og fiskur, tyggjó, nikótínpúðar, bleiur, dömubindi og túrtapar. Rafbúnaður, hvort sem lítil rafmagnstæki eins og rafrettur eða batteri, má alls ekki fara í blandaðan úrgang þar sem slíkt getur skapað eldhættu. Mikilvægt að þessi búnaður sé ávallt settur í réttan farveg, til dæmis sérílát eða söfnunarílát sem finna má víða. Fenúr hefur þýtt og staðfært nýtt norrænt merkingakerfi fyrir úrgang. Merkingarnar byggja á dönskum úrgangsmerkingum og norrænu samstarfi samræmdar merkingar í úrgangsmálum. Samræmt, einfalt og gott merkingakerfi stuðlar að betri flokkun og styður við bætta úrgangsstjórnun á Íslandi. Það því mikilvægur hlekkur í hringrásarhagkerfinu. Þessar merkingar einnig að finna á mörgum vöruflokkum sem sýnir á einfaldan hátt í hvaða flokk varan eða umbúðirnar eiga að fara að notkun lokinni. Hönnuðir umbúða geta nálgast hönnunarleiðbeiningar á vefsíðu Fenúr, fenur.is. Meira merkingarnar má einnig finna á vef Fenúr. Við hvetjum öll fyrirtæki til að merkja sín flokkunarílát vel, því það eitt stuðlar að betri flokkun og skilar hreinni straumum og betur vinnanlegum efnum aftur inn í hringrásina. Einnig hvetjum við framleiðendur til að huga að merkingum á umbúðum sínum til að auðvelda neytendum flokkun úrgangs. Þessi mynd gefur svolitla innsýn í það hvað verður úrganginn. Það skal þó tekið fram að þetta á við meðhöndlun úrgangs hjá Terra en önnur fyrirtæki sem sinna umhverfismálum gætu verið með aðra birgja sem taka við þeim úrgangi sem sendur úr landi. Terra leitast ávallt eftir því að koma í veg fyrir að auðlindir verði að úrgangi og því að finna bestu leiðina til að koma efnum í rétt ferli þar sem þau eru endurnotuð, endurunnin eða endurnýtt. Í takt við hringrásarlögin vinnur Terra að því að lágmarka úrgang sem fer í urðun. Á vefnum terra.is má sjá með hvaða hætti úrgangsefni flæða í gegnum ferla Terra og hvað verður þau. Í ónýtum og úreltum raftækjum leynast bæði verðmæti sem við viljum ekki að fari forgörðum og spilliefni sem við viljum ekki fá út í umhverfið. Þess má einnig geta að eldhætta getur myndast ef slík spilliefni blandast við önnur ákveðin efni. Undir raftækjaúrgang flokkast alls kyns tæki og tól. Þar á meðal lítil tæki sem ganga fyrir rafhlöðum. Það gæti komið mörgum á óvart að þar á meðal eru rafrettur, hvort sem að ræða einnota eða fjölnota. Staðreyndin hins vegar sú að smærri raftæki eiga það til að lenda í blönduðum úrgangi vegna smæðar sinnar og vegna þess að ekki hafa allir hugan við eða hugmyndum hvað rétt í þessum efnum. Einnig líklegt að slík tæki leynist víða í skúffum og skápum landsmanna, engum til gagns.